Þakka þér fyrir, Eiríkur, og eins og hann sagði að þá sest hann nú í pallborð með nokkrum af þingmönnum kjördæmisins, en þau eru Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sem þingmaður Vinstri grænna, Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar, Kristján L. Möller, þingmaður Samfylkingarinnar, Valgerður Gunnarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hérna næst mér Höskuldur Þórhallsson, þingmaður Framsóknarflokksins. Yfirskrift þessa málþings Akureyrarborg og endalok höfuðborgarstefnunnar. Og ég ætla að leyfa mér að opna þessa umræðu með því að varpa spurningu til ykkar sem eru hér í palli. Ég ætla að sleppa Eiríki því að hann búinn að taka saman það sem aðrir voru að segja, en til ykkar þingmannana og meðan biðja ykkur að velta fyrir ykkur hverju þið viljið nú spyrja hvað þið viljið spyrja en ég ætla að biðja ykkur að bregðast við því sem ykkur fannst athyglisverðast í því sem að fram kom í þeim framsöguerindum sem að hér hafa verið í dag. Hvað fannst ykkur athyglisverðast? Hver vil byrja? Ég skal byrja. Valgerður? Já, ég vil byrja á því að biðjast afsökunar á því að hafa komið of seint, en ég gat ekki tekið flug úr Reykjavík hádegi, þannig að það ástæðan fyrir því. En ég verð að segja að það sem að vekur athygli, mér fannst þetta í fyrsta lagi allt góð erindi og mér líst vel á þessar pælingar að hvort að Akureyri sé ekki bara borg í reynd, en mér fannst mjög athyglisvert það sem að kom fram bæði meðal annars varðandi samgönguhlutann og varðandi menningarhlutann. Ég tel að Akureyri hafi þá stöðu að vera í menningarlegri forystu hér á Norðurlandi og náttúrulega víðar land, og þegar við horfum til þessa í rauninni fyrstu byggðar á Íslandi, þegar við vorum með menningarsetrin Biskupsstólana 2, Hóla og Skálholt sem menningarmiðstöðvar á landinu, að þá í rauninni bara eðlilegur hluti að við séum með Akureyri annars vegar og Reykjavík hins vegar sem borgirnar okkar. Og ég eiginlega hissa á því að þessi umræða hafi ekki komið fyrr fram að Akureyri gegni þessu mikilvæga hlutverki, og mér svolítið gaman að segja frá því að þegar ég var krakki alast upp á Dalvík og ferðast með rútu frá Akureyri til Dalvíkur og tilbaka mjög reglulega, að þá hugsaði ég alltaf með mér þegar ég verði orðin stór og þá sá ég mig fyrir mér svona 50-60 ára gamla, þá hljóta Akureyri og Dalvík að vera orðnar samvaxnar. Ég bara sá fyrir mér að það væri þarna komin þessi byggð, og mér fannst þetta mikið tilhlökkunarefni að þetta svæði væri bara orðið svona eitt samtengt svæði. Og á þessum tíma þá voru samgöngurnar hræðilegar. Ég var hér í menntaskólanum og við vorum að fara á milli með rútu, það tók klukkutíma og það var eins og að keyra eftir þvottabretti oft á tíðum og sérstaklega á vorin. En vegalengdir, eins og þetta var dregið upp hérna, að geta stytt þessa næstu kjarna niður í 70 km pluss mínus, það hefur mikið að segja. Og það að fara fram og tilbaka á einum degi til vinnu á milli þessara staðar kjarna, það ekkert svo mikið mál í reynd. Það hægt að fara þetta á, hvað maður segja, 45 mínútum. Þannig að eitt af því sem skiptir máli, það að huga samgöngum. Og ég vil líka koma inn á þetta beina flug til útlanda sem skiptir miklu máli. Við erum nú saman í nefnd við Þorvaldur Lúðvík sem hefur það hlutverk að í rauninni kannski, ef við förum nú bara mjög gesti í þetta, koma á millilandaflugi, milli Akureyrar og Evrópu eða Egilsstaða og Evrópu eða beggja staða. Og það hefur í rauninni kannski gengið bara dálítið vel og við horfum bara bjartsýn fram á að þetta getur orðið að veruleika. En ég ætla ekki að taka allt sviðið, þannig að þetta dugir í byrjun. Frábær lokaorð, þetta með flugið. Kristján?
Já, takk og takk fyrir þessa ráðstefnu, þið fyrirlesar og rektor sem opnaði þetta. Mjög fróðlega pælingar, heldur betur og stundum fór maður að hugsa þetta nú bara einhvers staðar langt í framtíðinu og bla bla. En margt af þessu var nú mjög fróðlegt og þannig á háskóla fólk að vera. Það sem ég saknaði eiginlega í þessu tali Akureyrarborg og endalok höfuðborgarstefnunar sem alveg sér umræðefnum þessa höfuðborgarstefnu má til dæmis bara spyrja að segja því ekki borgaryfirvöld sjálf að skrúa fyrir hana. Ég held það. Ýmsir tilburði hjá borgarfulltrúum í Reykjavík eru þannig eins og þeir vilja bara kveðja þetta hlutverk og ok, þá er spurning hvernig verður tekið við því og hverjir eru. En það sem ég ætla að segja inn í þessa pælingu Akureyrarborg og miðstöðin og allt þetta tal samgöngur og styttingu leiða og þessi fróðlegu erindi sem þeir voru með er að ég saknaði eins. Ég saknaði þess að það veri ekki meira talað sameiningu sveitarfélaga. Ég saknaði þess til dæmis að sjá ekki bara hér kort uppi allt gamla Norðurlandi vestra, Blönduós, Skagaströnd, Húnaþing vestra og hvað þetta allt saman nú heitir. Gerði það viljandi að búa mig ekki undir að rifja upp nöfnin á 50 manna sveitarfélögunum en mann þó til Skagabyggð vegna þess að einhver rapp var það sveitarstjóri og oddviti í 60 ár og sonur hans tekið við. Þeir eru áfram 50 og sjá sem Norðurland vestra ekki talaði það bara sem eitt glæsilegt sveitarfélag. Eyjafjörðin alveg frá Akureyri og hingað inn úr, Eyjafjarðarsveitin á út með sem eitt sveitarfélag. Þingeyjar sýslurnar með Norðurþing og allt það, sameinaði eitt sveitarfélag og jafnvel austur alveg á Vopnafjörð, spyrja Vopnfirðingana hvort þeir vilja ekki bara vera með. Og þannig eru komið 4 sveitarfélög og höfuðborgin í þessu sveitarfélagi verður þó Akureyri. Og þá er Akureyri búin að fá þennan stimpil sem að sumir vilja kannski hafa en aðrir ekki og aðrir taka bara sem skemmtilega umræða vangaveltu bæri eða borg. Að þá er Akureyri höfuðborg þessara 4 sveitarfélaga og svo getur vel verið að koma í framhaldinu því pælingar að því á þetta verið eitt fylki í ríkinu sem kýs 35 þingmenn eða eitthvað svoleiðis. Eða á þetta verið amt eða hvað viljum við kalla það. Þannig að ég sakna þessum og svolítið en að því að hér var verið að tala city og hvað menn notið borg og fráleitt erindi hérna frá Bretlandi sem það var. Að þegar ég í ham á Facebook og mikið að deila frá mínum heimabæ meiri segja gæri í miklu rigningunni þá tala ég nú oft Sigló City. Það er bara svona sem styttring að skemmtilega að setja þetta svoleiðis fram heldur Siglufjarðar kaupstaður eða Siglufjörður og svo framvegis. En það má margt segja þetta en grundvallaratriði held ég að sé bara að takast á það að ræða það áfram án þess endilega taka aðalatrið það á Akureyrarbær að heita Akureyrarbær áfram eða Akureyrarborg. Hvernig styrkjum við þetta svæði sem okkur svo andum og þá leyfi ég mér að fara á þetta hugarflug með 4 sveitarfélög og Akureyri sem höfuðborgar. Er þetta ekki 40-50 manns? Hverju fljótir að reikna saman núverandi tölur? Held það að það sé svoleiðis en auðvitað geti svo farið og það kannski gest betra tækifæri til þess og friður að fara yfir ýmsa pælingar hér sem eru nauðsynlegir þættir til að styrkja burtséð frá heitinu. Það að segja samgöngustyrkingar eða hvað en bara því að Þorvaldur Lúðvík talaði hér mikið millilandaflug og það gerði fleiri. Það var það náttúrulega forsenda í kreppunni 2008-2009 með lengingur Akureyrarflugvallar að það tækist að hefja hérna millilandaflug á milli og það eru þetta leiðilegt að það skyldi ekki hafa tekist en það er margt sem að breyttist við hrunið og í kreppunni þar og eftir en ég vil ennþá lifa í þeirri von að það sé. Og þá komum við að því sem að heitir bara ríkisapparat og þá skulum við bara tala hlutina alveg eins og þeir eru. Isavia vill ekkert millilandaflug til Akureyrar. Icelandair vill ekkert millilandaflug á Akureyri. Og svo framvegis. Alveg eins og það kom í ljós að Flugfélag Íslands var ekkert voðalega spennt fyrir því þegar allt í einu sá jafnvel hilla undir samgöngumiðstöð við Reykjavíkurflugvöll. Þá kom bara í ljós að þeir voru mjög ánægðir með að var hægt að kenna Reykjavíkurborg það var ekki byggt. En þegar að fóra að hilla undir þá voru ekkert sérstaklega áfjáðir í þetta. Þannig að við erum að fást við innlenda aðila sem vilja ekkert breyta þessu út eins og tökum bara þessum dæmi Isavia
og ég get haldið áfram að kynda undir hér fyrirspurnir og umræður og fjörugur umræður hér og eftir og sagði sko, ég þeirra skoðuna til dæmis að fjölmargir, má ég bara nota orðið starfsmenn innan Ísavía og í fluggeranum, þeir eru bara mjög ánægðir með ef allt yrði gert frá Keflavík og Reykjavíkurflugvöllur er lagður niður. Og þess vegna ekkert verið að vinna að þessu nema það sem verið að gera hérna heimamönnum og atvinnuþróunarfélögum og öðrum og okkur vantar að kynda betur undir þá að koma á, en lykillinn ekki hvað ríki vill eða hvað við viljum sem alþingismenn, einhver flugfélög sem vilja koma og þá það grundvallaratriði sem ég hef áður sagt og það líður þá í höfuðborgarstefnu Akureyringa. Drífið ykkur til og óskið eftir Ísavía að taka ykkur að reka Akureyrarflugvöll og farið í markaðssetningu og flugfélögum að koma til að lenda hérna, sýnið bara frumkvæði og dug. Tækja ykkur völlin með framlagi frá ríkisins, þú vel vera flugvallastjóri sé hérna bara í salum til að halda áfram með reksturinn. Akkurat. Og Bjarka búin að biðja orðið. Það menn æsa svolítið hvernig annan vill gera. Já, ég ætla ekki að tala svona lengi svo Kristján. Sko mér fannst eins og ég tek undan með allir hérna, öll erindin skemmtileg og svona öll vöktuðu eitthvað upp í hugamanns. Eins og rektor sagði við hvað ætlum við að keppa. Ég lít svo að við erum í alþjóðlegri samkeppni bara fólk og allt sem við stöndum frammi fyrir miklu frekar heldur en í samkeppni við Reykjavík. Mér fannst áhugavert þegar ég held að vera Þóroddur sem að tala að halda Norðurlandaþing og það með kjördæmunum hérna, norðaustur og norðvestur. Mér fannst það skemmtilegt og þessi samlíking við brothættar byggðir hér fyrr á tíð og fyrsta verkefni Byggðastofnunar. Mér fannst líka áhugavert það sem að Kjartan var að segja varðandi þar að skyldur eða byrðar eða út borg, hvað þýðir það og þetta með að varpa því fram ef að Akureyri versus Kópavog lokar í 2 daga, hvað gerist? Þetta eitthvað sem maður veltur auðvitað ekki fyrir sér, en auðvitað dregur þetta akkurat fram stöðu höfuðstaðar Norðurlands, Akureyri, versus það að vera á stór höfuðborgarsvæðinu og þetta svona setur hlutin í ákveðnu samhengi, mér finnst það mjög gott og Albertína kom náttúrulega inn og Reykjavík að verða viðskila við landsbyggðirnar, þannig að mér fannst það líka svolítið að snúa því þannig upp ekki alltaf þessi minnumáttarkennd í okkur sem að búum á landsbyggðunum að vera að horfa þessu til Reykjavíkur og hérna að horfa á það okkar megin frá heldur þeim megin frá og mér fannst það líka þetta tabula rasa hugmyndin sko, hvað myndi maður gera? Ég ekki komið þangað ennþá, mér fannst þetta bara áhugavert að velta því sko fyrir mér ef við hefðum alveg autt borð og við settum því svona vinni eins og við gerðum hérna ekkert margt fyrir löngu þegar ég var í sveitarstjórnum þá komum við saman hér öll sveitarfélögin á Norðurlandi eystra minni mig og unnu hér ágæta vinnu við að kortleggja svæðið og það væri kannski eitthvað svoleið sem við myndum gera og ég man líka eftir í þegar að því Jón Þorvaldur var nú að tala þetta með velviljan og þess aftar sko að hvað það þýddi hvort það væri nóg að það væri bara velvilji fyrir því að hér væri önnur höfuðborg heldur en þessi eina og ég man að strætó í Hveragerðisbær ályktaði strætó í Reykjavík af því að þá fengu nemendur frítt í strætó þar að segja nemendur búsettur á höfuðborgarsvæðinu en nemendur af Suðurlandi sem kom í skólan fengu það ekki og Hveragerðisbær var semst að færa fyrir því rök hvaða hag höfuðborgarsvæði hefði af því að fá til sín allar þessar nemendur og fannst það eðlilegt að það væri meðal annars í formi þess að endurgjalds meðal annars að þeir nemendur fengi einnig frítt í strætó. Þetta fullt af svona hugmyndum sem að poppa upp þegar maður fer að skoða þetta. Og svo þetta með hátíðirnar og sjálfsmyndina og menninguna og maður finnur það bara, ég allavega finn það eins og það búið að vera mikið að vera hér á þessu stór höfuðborgarsvæði hér. Allar þessar hátíðir og þessi menningu hvað þetta fer að draga því ég aðeins í ferðabusinessinu líka að maður finnur það að hvað erlendi túristinn farin að sækja inn í ákveðnar hátíðir til dæmis fiskidaginn á Dalvík að þar fólk farið að bara koma aftur erlend fólk til þess eingöngu að taka þátt í svona hátíðum þannig að mér fannst það líka gott og Lúðvík lauk þessu nefnilega ágætlega aðeins með því að það var gott að fá að hlæja pínlítur í restina og rifja upp gamlar auglýsingar á gamla tíma en svo auðvitað alvarleikin sem að kom í áframhaldi sko að vera ekki með kannski þessa minnumáttarkennd og auðvitað enn og aftur þetta með fjármagnið sem að í markasetninguna þannig að
það eitthvað sem við þurfum að halda áfram að vinna í við landsbyggðar þingmenn að svona ýta svolítið við þessari hugmynd og við höfum talað töluvert það, það ekki svo, maður hefði ekki gert það að þetta fari til allra landsbyggðanna en ekki bara til að markaðssetja allt landið en ekki bara stór höfuðborgarsvæði sem við vitum og hefur náttúrulega verið ítrekað í fréttum vegna ágangs. Þannig mér fannst þetta búið að vera allavega mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu og fá að vera með og ég bara þakka fyrir það allavega í bili. Já, ég bara hlakka til að koma einhverjum vangaveltur áfram í sal. Þakka fyrir það Bjarkey og þá þið eftir Höskuldur og Brynhildur. Það Brynhildur. Ég byrja. Já, takk. Fyrsta, annarkort ekki, gefið sig ekki fram. Já, ég skal bara byrja. Takk fyrir að bjóða mér að koma og mér fannst allir fyrirlesturinn mjög góðir. Ég ætla ekki að fara að endurtaka það sem þar var sagt og bara margt áhugavert sem kom fram. Og ég geta sjálfsagt tekið undir með Kristjáni varðandi, mér finnst umræðan sveitarfélög og stærð þeirra. Mér finnst hún mjög brýn og aðkallandi. En ég veit ekki hvort við getum farið að þvinga sveitarfélögin eða hvernig við gerum það í frekari sameiningar en þá hef ég svolítið horft á landshlutasamtökin að þeirra hlutverk verði einhvern veginn stærra eins og kannski í sóknaráætlun, við sjáum það, sóknaráætlun landsluta þar sem að landshlutasamtökin spila mjög mikilvæga rullu og það var náttúrulega vonbrigði þegar við sjáum hvernig átt að færa peningana út á land og þar sem að láta fólk sjálft ákveða að hvernig var skorið niður í því það ekki gott. Mér sjálfur sér nokkurn veginn slétt sama hvort að Akureyri borg eða bær. Mér finnst bara skipta öllu máli að Akureyri eflist og Akureyri þarf að vera ákjósanlegur búsetukostur sérstaklega fyrir ungt fólk. Og ég finn það núna þegar börnin svona að fara að fljúga úr hreiðrinu og ég segi, þið komið örugglega aftur til Akureyri það ekki, við dóttur og Tengdason og með börnin ykkar, ég verð hér, góða, frábæra amman og ég að hitta kunningakonu mín sem segir, ég væntanlega enda ég á því að fara suður, náttúrulega börnin eru þar, það allir komin þangað og þetta finnst mér vera áhyggjuefni og ég þekki ungt fólk sem vill búa á Akureyri, efnafræðing og tölvunarfræðing, möguleikarnir eru bara ekki hér, þeir eru í Reykjavík, það svo miklu leyti og þetta finnst mér vera verkefni fyrir okkur. Bara hvernig tryggjum við fjölbreytni í störfum þannig að unga fólkið okkar komi aftur. Þannig mér finnst ef við höfum að vera svona strategískt þá finnst mér þetta fyrst að vera snúast barnafólkið og mér finnst við búa vel að barnafólki og svo það unga fólkið. Svo auðvitað við hugsa vel alla hina. En þetta finnst mér vera svona kannski fyrst og fremst málið. Takk fyrir það og Höskuldur. Já, bara kærar þakkir síðans og félagar mínir. Takk fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag. Það sem ég fyrst nú standa upp úr hversu gríðarlega góðir þessir fyrirlestrar hafa verið og hversu gott og öflugt fólk við eigum hérna við Háskólann og við Atvinnuþróunarfélaginu og atvinnufulltrúa. Kærar þakkir. Á Akureyri verið borg, Bjarni Hafþór samdi lag fyrir Þórsara á 100 ára afmæli þeirra og ég ætla að leyfa mér að segja, eins og segir í viðlaginu, í hjarta sínu Akureyri borg. Mér finnst að koma glögglega fram að Akureyri að sinna mörgum skyldum sem að höfuðborg að gera, höfuðborg kannski Norðurlands. Víðtækari skyldum en margnefndi Kópavogsbær sem að sjálfsögðu frábær staður líka. En það skiptir kannski ekki öllu máli hvort við erum bær eða borg. Það sem skiptir öllu máli það að við erum hluti af landi, við erum hluti af 300.000 manna samfélagi og þegar það verið að nefna hér kannski þá galla, kannski meira verið að innblína á hvað upp á vantar heldur en þá gríðarlegu styrki sem við höfum, að þá skiptir það til dæmis þjóðina mjög miklu máli að það séu opnar fleiri gáttir inn í landið. Það ekki bara Akureyri og samfélögin hér í kring sem að tala það. Öll ferðaþjónustan hefur verið að benda á að það sé miklu betra fyrir ferðaþjónustuna til langt fram að opna fleiri gáttir og meiri segja ferðaþjónustuna á Suðurlandi víðar hefur sagt, já, ef við höldum áfram að keyra ferðamenn alltaf inn á sama svæðið þá getur það gerst fyrir rest að upplifun ferðamannsins verði neikvæð og ef að upplifun eins ferðamanns verði neikvæð þá getur hann haft því miður mjög víðtæk áhrif. Öll ferðaþjónustan kallar eftir fleiri gáttum inn í landi. Umhverfisverndarsamtök
Þau kalla að við dreifum ferðamönnum víðsvegar landið. Stundum núna í dag verið talað að þetta sé svona pínu Akureyri gegn Reykjavík. Ég myndi kannski segja að við ættum meira að hugsa að afstaða núverandi borgar meirihluta hefur verið svolítið að þeir vilja kasta frá sér þessu höfuðborgar hlutverki sem svo mikilvægt fyrir okkur hér á Akureyri að þeir sinni sínu hlutverki. Og ef við tökum Reykjavíkurflugvöll sem dæmi, meirihluti Reykvíkinga vill að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýri samkvæmt skoðanakönnunum, yfirgnæfandi meirihluti. Og þetta staðreynd og ég held að mjög margir Reykvíkingar vilji hafa mjög góð tengsl við Akureyrarbæ og alla landsbyggðina. Ég held að við þurfum aðeins að passa okkur á þessu og þegar við tölum landsbyggð eins og kom hérna fram í dag, við tölum landsbyggðir. Mér langar að koma inn á einn hlut sem að mér hefur verið svolítið hugleiki og það þessi varðandi sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Það kom til tals að þessi réttur væri heilagur og það rétt hans getið í stjórnarskráni en þó ekki þannig að lög geta breytt þessu. Það að segja að ef að vilji Alþingis kjörinna fulltrúa allra þjóðarinnar stendur til að breyta einhverju varðandi einstök sveitarfélög að þá það bara gert með einfaldri lagasetningu. En Samband íslenskra sveitarfélaga hefur einhvern veginn bitið það í sig að þetta sé það eina sem að sé vert að berjast fyrir. Þegar við horfum á til dæmis raforkuflutningin og Reykjavíkurflugvöll og annað að þá getur þessi réttur, þessi harði sjálfsákvörðunarréttur unnið svo gegn hagsmunum annarra eins og við horfum á raforkumálin og við horfum á Reykjavíkurflugvöll. Það bara málefni sem við verðum að taka inn á Alþingi sem að lúta að almannahagsmunum og Reykjavíkurflugvöllur mínum að eitthvað sem að lítur að almannahagsmunum. Kristján Möller vinur minn benti hér á Ísafjörð og gagnrýndi það. Ég ætla að leyfa mér að taka undir þá gagnrýni. Það gengur ekki að mínu mati að félag sem í eigu hins opinbera skuli hafa svona víðtæk völd til þess að geta stýrt í hvert ferðamenn fara og að þeir segi blákalt að þeirra hlutverk sé samkvæmt samningi við ríkisins eingöngu að byggja upp í Keflavík. Það getur ekki verið rétt. Það svona hluti sem við þurfum að breyta og bæta og þá getum við vonandi haldið áfram að efla okkar annars virkilega góða samfélag hér á Akureyri og Eyjafirði og Norðurlandi. Takk. Takk fyrir. Þá eru þingmennirnir okkar búnir að tjá sig svona, koma fyrstu viðbrögð við því sem að hér hefur komið fram í dag en ég alveg viss það að ykkur langar til þess að spyrja eitthvað annað eða fara dýpra í það sem hér hefur áður verið sagt. Það búið að gefa boltann dálítið heiftali uppvarandi flugið. Vonandi tölum eitthvað fleira þó það sé sannarlega mikilvægt en hér verið að biðja orðið. Vil ég kynna ykkur þannig að Já, þetta bara í sjónvarpið, já, takk fyrir góð erindi framsögumenn og takk þingmenn fyrir að sitja hér í pallborðið. Mér langar að nota tækifærið af því að hér eru þingmenn að skoða þetta kannski út frá þeirri spurningu hvernig getur þá Alþingi og ríkið og við sem samfélag hvaða málið það skiptir fyrir okkur að hvort að Akureyri lítið á hana sem borg eða bæ. Og mér finnst í því samhengi að Kjartan hittið aldrei mikið naglann á höfuð. Þetta snýst skyldur og hlutverk þá bæjarins eða borgarinnar. Nafnið skiptir ekki kannski öllu máli. Og ef að það þá svo að þetta snýst það hvort að Akureyri getur gengt ákveðnum skyldum gagnvart þeirra svæði og verið svona segull sem að dregur að líka atvinnustarfsemi og stofnanir og bara fólk eins og Brynhildur nefndi þarna áðan við þekkjum öll þessi dæmi með atvinnutækifærin að þá ekki bara samgöngurnar og raforkan sem að skipti máli og ríkisvaldið getur haft áhrif á heldur líka menningin eins og Ragnheiður Jóna fór yfir og þar nefndi hún aðeins nýstofna menningafélag Akureyrar, mér málið skilt, ég er fulltrúi bæjarins í stjórn menningafélagsins og þar hefur þó í sig sjálfur frá tekist vel til og þar komið svona svolítið nýtt upphaf og nýr grundvöllur undir rekstur leikfélags Akureyrar, þessar gamalgrónu og glæsilugu stofnunar og symfóníuhljómsveitar Akureyrar og svo menningarhúsins hér og
þarna út frá tölunum sem Ragnar Jóna var með og eins og við vitum hvernig í pottinu er búið sem þetta stuðning ríkisins gagnvart bara menningunni í landinu og því sem að taliði vera almannahagsmunir að þá held ég að þarna væri gott tækifæri fyrir ríkisvaldið að fjárfestasvaldið í þessum innviðum hér í Akureyrarborg. Takk fyrir. Fyrirgefðu, ég náði ekki nafniðinu. Já, Sigurður Kristinsson. Sigurður Kristinsson, já. Þakkaði fyrir og Eyjólfur hefur beðið orðið núna. Ég ætla að biðja ykkur að hérna safna nótra hjá okkur þessar spurningar þannig getið svara þegar kemur á eftir. Njáll líka. Já, gerðs vel. Takk fyrir. Mér langt þess að byrja til að þakka fyrir þetta áhugaverða málþing. Ég heiti Svavar Pálsson, ég sýslumaður hjá nýrri stofnun, sýslumannsembættar Norðurlandi eystra. Og mitt megin hlutverk hér á liðnum mánuðum hefur verið að skipuleggja og samræma og koma á koppinn þjónustu ríkisins á þessu svæði með starfsstöðvar á Húsavík og Siglufirði og Akureyri og Dalvík. Og með þetta pallborð hér fyrir fram að sig þá er það freistandi að velta þeirri spurningu upp og eða öllu heldur kalla eftir sín stjórnmálamannana sem hér eru þróun stofnana kerfisins og hvort að sú umræða sem hér hefur farið fram í dag, hvort að hún er til þess fallin að hafa einhver áhrif á þær hugmyndir eða þá sín sem að ég reikna með að þið búið yfir. Takk. Njáll var. Já, Njáll Trausti heiti ég, heyrst í mér? Já, Njáll Trausti heiti ég, bæjarfulltrúi Akureyrar. Nú kannski ekki að tala mikið Reykjavíkurflugvöll, en hérna bara nákvæmlega sem Brynhildur kom inn á það var þetta fjölskyldu tengsla milli Akureyrar og Reykjavíkur. Mér finnst það svona, vil aðeins skjóta á Þórótt með það, þannig að ég held að það sé gríðarlega stórt atriði og hitt atrið sem hefur getið komið fram var þetta heilbrigðisþjónusta í landinu og okkar veikasta og slasaðasta fólk. Þá er þetta alltaf sem við náum aldrei með neinu móti að annað hérna eða sinna og það hefur algjörlega komið fram hvar sem að hvernig svo förum við það. Ég ætla ekki að það tíma minni með þetta. Ég vildi kannski bara spyrja þingmenn í öllu þessu Þóroddur kom með skemmtilega töluvarandi að það eru 80.000 manns Akureyri, 80.000 manns þá fyrir utan Norðurlandi vestur og eystra, þetta er helmingur á svæðinu og það er kjördæmaskipunin. Hvaða áhrif þetta hafði á einmitt uppbyggingu Akureyrar, núverandi kjördæmaskipan hvernig hún var sett upp, hvað 99 eða hvernig kom þetta, 2007? Nei, 2003. Ég held að þetta hefði haft gríðarlega neikvæð áhrif á þetta ferli. Og ég myndi kannski vilja heyra svona hvað þið hafið það að segja hvort að þetta sé ekki að skemma svolítið fyrir eflingu Akureyrar sem bæjar eða borgar að svona fór þarna árið. Já, vera svona í jaðrinum þegar við erum að tala heilstætt Norðurland sem að eins og við komum með og Jón Þorvaldur kom með fjarlæðarnar frá stæðstu kjördum á Norðurlandi í næsta en þau eru í sikkur í kjördæminu og það ferli með þetta 70-80 km fjarlæðir og annað en þetta er svolítið erfið múr eins og Þóroddur bent á áðan. Mér finnst svo sem varðandi millilandaflugið þetta er bara það er komin 20 ár sem maður er búin að eyða í að verja tíma sínum mikið í að tala og skrifa skýrslur og hitt og þetta varðandi þetta og ég held að sé og það er þá ánægilegt með svosti að það er svona ár síðan að virkilega stjórnvöld áttuðu sig á því hvað þetta snýst og hvers konar hagsmunir þetta eru að nýta all landið í ferðaþjónustu og í stærra samhengi og líka náttúrulega varðandi byggðaþróun. Ég held að sé ekki stærra mál hérna á svæðinu heldur en það og það er eins og sem sagt í 20 ár. En mér finnst eitthvað frábæð myndi, það var eitt myndin í svona gamansögum tón sem með Kjartan Ólafsson hérna áðan. Þegar myndi kom að Boris Johnson vegna þess að ég var að horfa á CNN í morgun á Donald Trump og þá bara vaknaði þetta fyrir mig, þeir eru hljóta að vera tvíburar. Bara Boris er bara illa greiddur en þeir eru ótrúlega skemmtilega líkir fannst mér. En þetta, ég kannski bara fyrst og finnst þetta, ég er búin að skrifa 10 blöð en ég held kannski mér að stæðstættri í svona stjórnskipulega, við fyrst í stýrnum við liðinu einu sem er mikið áhuga stjórnsýslunni, það er þetta með kjördæmamarkin,
hvort að varandi fyrir Akureyri og Eyjafjörðinn, hvort að þetta hafi ekki verið frekar í að vera í veg með þessu hætti. Takk. Jólfur, eru fleiri sem að vilja koma á staðinn núna? Við höfum nefnilega takmarkaðan tíma, við ætluðum okkur kannski of. Já, góðan dag, Eyjólfur hér eftir rektor Háskólans á Akureyri og ætlaði að taka punktinn beint þar sem kom fram hérna áðan og tengja það við þar sem Kristján Möller talaði sameiningu sveitarfélaga. Ég hef orðið mjög var við það í mínu starfi sem rektor við Háskólan á Akureyri að til þess að ná einhverju fram gagnvart ríkisvaldinu þá þarf víðtækan stuðning. En við erum lítill hluti af heildarkerfinu. En ef þú hins vegar horfir á Norðurland vestra og Norðurland eystra eins og vorum að tala áðan, að þá erum við miklu stærri hluti af íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi. Þannig ég vil taka undir þennan punkt sem hefur komið með spurninguna kjördæmaskipan, er það grundvallarvandamál og hvers vegna Háskólan á Akureyri þjónar öllu landinu. Við erum með nemendur hringinn í kringum landið, við erum með 25% af útskrifuðum nemendum frá Reykjavík. En við njótum ekki sannmælis eða stuðnings í kerfinu í samræmi við það, meðal annars vegna kjördæmaskipasins. En ef Akureyri væri miðjan í þessum sameinuðu kjördæmin á Norðurlandi aftur, hvort að það myndi ekki veita okkur þennan það vægi sem þarf til þess að vega upp á móti og spurningin ömt eða fjórðunga eða hvernig sem að það myndi vera, hvort að það sé ekki hinn raunverulega spurning til þess að verði breyting. Við ætla bara að byrja ykkur síðan hérna ágættu þingmenn að velja úr í rauninu það sem þið teljið að sé svona mikilvægast fyrir ykkur að bregðast við. Það er alveg ljóst að við hefum ekki tíma til að allir bregðast við öllu. Þorlákur Axel, fyrirgefðu. Mér finnst einhvern hátt svona skrítið að við skulum ekki þora að ræða hvað gerist þegar Reykjavíkur flugvöllur lokar. Er þetta kannski stærsta tækifærið sem að okkur hefur komið upp í hendurnar á okkur núna síðan að Sovétríkin hrundu og verksmiðjurnar þar með? Sko, það er talað að hvers vegna er velmegun og skilvirkni á Norðurlöndum og ég heyrði einhvern hagfræðing lýsa því nýlega að það væri svona skapandi eyðing óhagkvæmra starfa. Við leggjum niður óhagkvæm störf og tökum upp beinu vinnuaflunni í hagkvæmari störf. Er lokun Reykjavík svona, eins og ég kallaði á útlenskum á flottumáli, svona creative destruction? Þakkaði fyrir. Eru fleiri sem að vilja komast inn í þennan? Já, Sofía. Já, mér langar að þakka fyrir alveg einstaklega uppörvandi erindi. Þau voru allt svo skapandi en líka byggð á mikilli þekkingu. Óvenjulegt að setja svona heilt þing sem er svona ofsalega einhvern veginn uppörvandi. Mér langar að nefna að ég sé eiginlega fyrir mig borg. Hún hefur eiginlega 2 hlutverk. Annars vegar er þessi stjórnsýslulegi þáttur og hins vegar er bara hvað er hugtæki borg í mínum huga. Í mínum huga er borg, ef ég hugsa borg erlendis, þá er ég ekkert að spá í fjöldanum sem býr þar, ég er að spá í hvað hún veitir mér. Horfi ég þá fyrst og síðast til menningar hlutans, menningar og lista. Og ég held að ef að Akureyri myndi virkilega setja þann þátt, þennan skapandi þátt menningar og lista í sitt fyrsta sæti, þá gæti hún orðið miklu meira svona bjarga sér sjálfvarandi tekjur af ferðamönnum. Ég ætla ekki að tala flugvöllin, hann er svo eðlilegt mál, það bara þarf að gera það. En ef við næðum að auka tekjur með listum og menningu sem að ferðamaður vill fá að sjá og upplifa, þá er hitt svo sjálfsagt, þá aukast tekjur. Svo er þessi stjórnsýslulegi þáttur. Fyrir mér sem kem af öðru svæði á landinu, þá er Akureyri löngorinn höfuðstaður, hann löngorinn höfuðborg fyrir utan Reykjavík. Hann er að þjóna nemendum allt land, hann er búin að bjarga okkur fyrir vestan varandi menntun, styðja okkur með því að stofna háskólasetur þar. Hann er löngu fann að sinna þessu hlutverki og ég held að stjórnsýslan hún mun í náinni framtíð breytast svo mikið bara kerfislagt. Það er einhvern veginn enginn að spá í það hvar eitthvað er staðsett. Heldur er þetta spurningum réttlæti og sanngirni og skiptingu fjármagns og þar bara treysti ég á það að þeir verði þá
við völdi í náinni framtíð áfram sem að horfa á það hvernig er réttlátanlegt að skipta fjármagni. En þetta eru 2 þættir varðandi það að vera höfuborg. Það er stjórnsýslulegi þátturinn og svo menningin. Hún dregur fólkið að. Þakka fyrir Sofía. Fleiri. Og nú er tíminn mjög þröngur þannig að ég ger ekki ráð fyrir að leyfa frekari fyrirspurnir vegna þess að ef að þau sem að sitja hér í palli fá kannski cirka 34 mínútur hvert til að bregðast við, þá er tíminn búinn og hérna fyrir utan veggina býð okkar allskyns skemmtilegheit, menning og annað sem að kallar á okkur. Þannig að ef það er ekki einhver sem er að brenna inni með eitthvað mjög mikilvægt, þá ætla ég að það. Já. Þorvaldur Lúðvík. Nei. Já, fyrirgefi. Grétar Eysteinsson heiti ég. Grétar, gerðu svo vel. Bara ein spurning, svona, bara til Kristjáns, aðrir með að svara líka, af því að það bara á góma hér náttúrulega svolítið sameiningamálin, það var Kristján sem talaði svolítið um það. Kristján, þú varst ráðherra sveitarstjórnarmála 2007 og lagðir upp með talsverðum lúðrablaðstri með sameiningar eða fækkun í 17 eða 19 sveitafélög á þeim tíma. Það einlega þér tókst ekki að fara þá leið. Mér langar einlega að spyrja, hvað er það sem var það sem að hindraði? Akkur komst ekki áleiðis með þetta? Þá segjum við þessum spurningaþætti lokið og nú koma að svörunum eða viðbröðum þeirra sem sita hér í palli og nú er ég að hugsa að biðja Höskuld að byrja og rekja okkur hérna og leyfa bæjarstjórunum, borgarstjórunum að eiga síðasta orðið hérna í pallinum. En Höskuldur, þú byrjaðir og svo Valgerður og svo Kollakolli og gott fólk, þið eru þjálfið í því að bregðast við í 2 mínútna hérna. Ansvörum þið megið hafa kannski 3 og jáfnvel 3,5 en ekki meira og af stað nú. Kæra þakkir fyrir þessar góðu spurningar og þessar samræður sem hafa verið hér í dag. Mér langar til þess að bregðast við einu. Mér fannst svolítið gott sem kom frá Þorláki, þetta creative destruction. Hvort að það sé eitthvað sem að það séu tækifæri í því að Reykjavíkurflugvöllur muni loka. Já, það eru tækifæri í öllu. Ég held hins vegar að áhrifin séu miklu neikvæðari heldur en það jákvæða og við horfum ekki bara upp á það á Íslandi heldur á öllum Norðurlöndunum að menn eru að reyna að stækka atvinnusvæði. Menn eru að reyna að stækka svæðin þannig að fólk þurfi til dæmis ekki að flytja þó að missi vinnuna á Húsavík eða segjum bara Siglufirði, heldur geti haldið áfram að búa þar og unni til dæmis á Akureyri og öfugt og ég nefni Norðurland sem dæmi. Mér finnst það að vera lykillinn í þeirri umræðu sem við höfum verið að tala hér í dag og Jón Þorvaldur fór hérna mjög vel yfir samgöngumálin. Ég bjóst ekki við að það veri til róttakari maður en ég og kannski Kristján Möller í samgöngumálum en ég tók nú eftir að það var mjög róttakar tillögur hérna. Það skiptir okkur öllu máli að eiga góða samgöngur við höfuðborgarsvæði og ef að Reykjavíkurflugvöllur fer árið 2022 fyrst Norður-Suðurbrautin og svo allur 2024 þá held ég að það megi fullyrða að eini raunverulegi staðurinn sé Keflavík. Ég held að Hvassahraun verði aldrei sama hvað mönnum finnist að það er líka svo að hörða andstæða frá Suðurnesjum vegna þess að með sjá eins og hér var rætt á hann að auðvitað myndi millilandaflug þar koma líka og við erum að tala um gríðarlegar fjárhæðir og þegar við tala um 30-40 milljarða þá held ég að reynsla sér því miður svo að það megi kannski 2 eða 3-falda þá fjárhæð og ef hann flyst í Keflavíkur þá leggst innanlandsflugi niður milli Akureyrar og Ísafjarðar að minnsta kosti, ég ætla ekki að fullyrða með Egilsstaði. Það er einfaldlega það lítill munur á því að keyra og að fljúga. Ég held að mjög margir muni sjá þann kostinn vænstan. Höfuðborgin og Reykjavík skiptir okkur máli út af heilbrigðisþjónustunni, gríðarlega. Hún skiptir okkur líka máli vegna þess að það er styðst til Reykjavíkur og það hefur verið samkomulag það kannski á öllu landinu milli Ísafjarðar, Akureyrar og Austurlands eða Vestfjarða, Norðurlands og Austurlands að til dæmis að hittast í Reykjavík. Það er bara styðst. Það styðst styttra að fljúga til Reykjavíkur heldur en að keyra til Egilsstaða. Ég held aðeins bregðast í þessu. Svo kannski aðeins varandi menningarhlutann. Mér finnst það gott að það komi margir
inn á það og Brynhildur benti hérna á það áðan að henni svokölluðu safnliðir voru settir inn í ráðuneytinu á sínum tíma. Það var gagnrýnt og ég held að það hefði verið mistök og mér brá aðeins þegar var komið inn á það hérna áðan að það hefði verið niðurskurðir eða samdráttur 30%. Það er tala sem ég hef ekki heyrt áður þó hef ég kallað eftir því að fá einhvers konar yfirlit yfir það á Alþingi. Það er eitthvað sem við verðum að skoða inn á Alþingi núna í komandi fjárlagagerð. Já, síðan var það þetta, er ég kannski löngu búinn? 12 sekúndur. Síðan var þetta aðeins með stofnanaþáttina því að Svavar og fleiri hér fóru aðeins að spyrja um það. Þróunin er að sjálfsögðu að reyna að liðka til, reyna að hagræða, en við megum samt ekki gleyma því að við búum í stóru landi og það skiptir mjög miklu máli að það sé þjónusta nálægt fólkinu og þegar menn vilja draga allt saman að þá held ég að menn þurfi aðeins að horfa til þess að við viljum hafa starfsemi, við viljum hafa íbúa og fólk út allt land, dreifð, byggð, hringinn í kringu landið á að vera markmiðið okkur. Þannig að, já, ég vona að þetta svari með einhverja spurningum. Takk fyrir. Já, takk. Takk fyrir þessar fyrirspurnir. Ég ætla að reyna að tæpa á einhverja þessu. Ég vil bara fyrst segja varðandi þessi destruction, sko, að við eigum orðtak í íslensku máli sem að segir þegar að einar dyr lokast þá opnast aðrar, þannig að það felast alltaf tækifæri í því að eitthvað líður undir lok og það er í rauninu bara eðlið. Hins vegar þá er það eitthvað sem að okkur þykir ekki eftirsóknarvert að sjá sem sagt innanlandsflugi færast úr Reykjavík og ég tel að ef að það fer úr Reykjavík þá muni það fara til Keflavíkur og þá er orðin spurning um akstur á móti fluginu. En varðandi kjördæmaskipan að þetta er eitthvað sem að svo sannarlega er vert að hugsa og það er ekkert sem segir að þessi kjördæmaskipan þurfi að vera endalaust þannig, við höfum tækifæri til þess að breyta og það er alveg rétt að Akureyri er í jaðri þessa kjördæmis og það hefur auðvitað áhrif og þetta er mjög stórt kjördæmi sem að við erum með hér norðausturkjördæmið. Og ég get alveg tekið undir það að ég tel að þessi kjördæmaskipan hún kom í veg fyrir ákveðna samvinnu vestur á bóginn sem að væri mjög mikilvæg fyrir okkur. Ég tel líka að það er eiginlega tvennt sem að ég tel að við þurfum að horfa til. Ég tel að sé mjög mikilvægt með það sem að hér kemur fram að við með öllu móti reynum að flýta því að fá meira rafmagn hingað. Það er alveg greinilegt að það er hluta því sem að stendur þróun á Akureyri fyrir þrifum og það náttúrulega segir okkur mikilvægi þess að við horfum á þá kosti sem að við höfum til þess að auka rafmagnsframleiðslu á landinu. Mér langaði líka til þess að koma inn á menningin. Akureyri getur skapað sér mikla sérstöðu, Sofía, með því að byggja undir menningu á allan hátt og einn þáttur, af því að Sofía er nú hérna og þekkir til þess, einn þáttur sem að skiptir máli það er að auka fjölbreytni þess fólk sem að býr þennan stað og mér finnst það til fyrirmyndar að Akureyri gengur á undan í því að bjóðast þess að taka á móti flóttamönnum af því að það er ekki bara greiði við þá, það er greiði inn í samfélagið og við eigum að vera opnari fyrir því að fá fólk af erlendu bergi brotnu hingað inn á okkar svæði. Bæði til Akureyrar og þess umhverfi sem að við stöndum fyrir hérna. Já, ég vil bara ítreka menningin. Keyrum á menninguna, hún skiptir máli og hún skapar sérstöð. Takk. Takk fyrir Valgerður Kristján. Já, takk fyrir þessa þáttöku ykkur úr sal og spurninga sem að væri gaman að fara í gegnum og dálítið ítalur máli en ég ætla að taka þetta svona í SMS geta stíla þegar það eru bara 3 mínútur. Njáll, kjördæmaskipurinn hefur hún eitthvað skaðað eða skemmt fyrir eflingu Akureyrar? Nei, það tel ég ekki vera. Þó svo mikið hefur verið gagnrýnt þessi kjördæmaskipun, það er að segja stærðir og annað slíkt, þá held ég að reynslan sýnið að þetta sé bara nokkuð gott.
og ég sé ekki hvað annað ætti að koma í staðinn. Minn flokkur hefur oft álygtað Ísland sem eitt kjördæmi og eitt svæði. Ég orðinn fráhverfið því í raun og veru og það eru 2 ástæður fyrir því. Kosning til stjórnlagaþings sýndi það hvar þar gat gerst og samtöl mitt við þingmenn í Færeyjum sem hafa gert þessa breytingu það. Þannig ég tel það ekki að það sé svoleiðis. Síðan getum við náttúrulega diskutera fjölda þingmanna bara eins og það getur vel verið að það sé bara fín skoðun að hafa það bara á höfuðborginni ekki hafa neitt þingmenn af því hún með alla stjórnsýsluna, bara eins og í Ameríku. Svavar, varandi stjórnsýsluna sem að þú ert að reyna að byggja upp með þetta nýja kerfi og þá skulum við eiginlega bara segja hvað við erum stundum smá og segja akkur Svavar ekki að byggja upp eina stjórnsýslustöðun fyrir allt Norðurland, þar með talið Norðurland vestra. Akkur sýslumaðurinn á Suðurland ekki með það, akkur sér í Vestmannaeyjum. Þetta bara hrepparjúr og pott, það sem að menn töldu sig að þetta þyrfti að vera þar. Hins vegar held ég með stjórnsýsluna þá svo margt að breytast þessar nefndir og ég segi til dæmis bara þegar vera að tala þetta og ég set fram spurningu, býtu, hvaða land séð að þið fóru í pósthús eða banka eða til sýslumanns? Mjög langt síðan ég fer bara í kaffi þegar ég fer á Siglufjörð á þessa staði. En ég með þess alla stofnanir í takkaborðinu. Það ekkert lengar frá mér heldur en enter takkin. Og þannig þróast það. Og ég held mér að kosningarna verði þannig eftir nokkur ár. Byrjum ellendis og þá verður það svoleið. Og þá kem ég að því sem Greta spurði mig og þakkaði fyrir það Greta. Jú, við lögðum upp með metnaðarfulla áætlun sem við fórum með á alla aðalfundi landssambanda. Kynntum þetta, eins og til minnst bara vest fyrir eitt sveitafélag. Norðurland vestra hámar 2, Norðurland eystra hérna gamla 2, kannski 3, Austurland 1 eða 2 og svona fórum við Ég fekk fína viðtökur en ég gat alveg sagt aðstofufólkinu áður komum á fundin hverjir yrðu á móti þessu og ég hafði nánast að rétt að standa á allunum á fundinu með Norðurlandi vestra. Það var einn gamall sveitarstjórnarmaður veikur, hann kom ekki, þannig að það munaði einum. En þetta var metnaðarfullur áform og ég sagði við ætlum að gera þetta með sólarlagsákvæði, Alþingi setur lög, byrja Valgerður að nikka upp í mig, það alltaf sama skólastjórinn í henni. Jæja, en við sögðum við ætlum að setja lög með sólarlagsákvæði sem tekur gildi eftir ákveðin tíma, líkt og Grænlendingar gerðu. Og sveitarfélög geta gert þetta fram að því. Við tökum líka landfræðina inn í það. Og svo framvegis. Og þetta var komið við skrifum undir samkomulag, ég og Halldór Halldórsson fyrir hönd sveitarfélaganna á Ísafirði vinnu, en sveitarstjórnarmenninni voru ekki sérstaklega með í dæminu og þar var þessi munur sem ég sagði í byrjun. Síðan skal bara segjast þess og að við ráðherraskiptin í september 2010, þar sem Ögmundur Jónasson tekur við innanríkisráðuneyti 9, þá var ekki gert með sameiningu sveitarfélaga eftir það. Punktur og Brynhildur. Já, kannski tvennt sem ég langa að koma inn í. Það menningamálin, svo við Sverri Sigurður og Sofíu. Þá man ég mjög vel þegar skýrsla Norðausturríki var kynnt IKEA. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt plagg og sýndi svart og hvítu hvað ójafnt gefið. Og þessi menningarsamningur við Akureybæ, 138 milljónir sem hefur verið svo mjög lengi og síðan öllum menningarstofnunum eða eins og til dæmis skáldahúsunum bara sagt að sækja í þennan menningarsamning. Af því að það er þessi menningarsamningur og þá þarf ekki eiginlega veita fé í aðra stofnanir. Og þetta bara algjörlega ólíðandi og þetta hlutfallslega mjög lágar upphæðir með það sem við erum að setja í eins og sinfóníu, hljómsveitina, þjóðleikhús og allt þetta sem að Ragnar Jónas sýndi okkur. Og ég beðið í marga vikur eftir sérstakri umræðu við Illuga Jökulsson menningamál á lands, Illuga Gunnarsson Illuga hvað? Ekki Jökuls Gunnarsson, menningamál á landsbyggðinni. Þannig ég hvet fólk til að stilla á Alþingisrásina og ég býst að við munum öll taka þátt í þessum umræðum sem mér finnst það mjög aktúelt. Og menning kostar, það er bara þannig. Ef við fáum ekki peninga þá gerum við minna, það segir sig sjálft. Aðeins var þetta kjördæmaskipunina, þá hef ég verið mjög hugsi yfir þessu öllu saman vegna þess að það er alltaf verið að segja að það sem einhvern veginn, að landsbyggðin hafi hlutfallslega svo marga þingmenn og einhvern veginn halli á Reykjavík. Ég var nokkuð að rekna það út svona bara í fljótheitum hvað hlutfallslega margir þingmenn eru í Reykjavík miðað við bara íbúafjöldin í Reykjavík og það bara stemmir nú nokkurn veginn meira að segja við tökum
ef við gefum okkur þessi 3 þingmenn Akureyrar á þingi, ef ég tel mig, Kristján Þór og Höskuld sem að beinlínis höfum tengingu hingað, þá það hlutfall Akureyrar ágætlega representerað, á meðan það eru staðir eins og Djúpivogur, Stöðvarfjörður, Breiðdalsvík sem eiga í rauninni engan þingmann. Þannig að þegar kjördæmin eru svona stór, þá geta alveg stór svæði í rauninni ekki átt fulltrúa. Það eiga þetta okkur, en ég veit miklu meira hvað er í gangi á Akureyri og get betur beitt mig fyrir Akureyri heldur en nokkuð tíma Djúpavog. Þannig að mér finnst þetta, ég veit ekki, ég sé ekki alveg hvernig við ættum að fækka þingmönnum í mínu kjördæmi, en hins vegar skal ég segja það í votta viðurvist að ég skal glöð fara, ég 10. þingmaður í kjördæminu, ég skal stíga til hliðar ef það getur orðið til þess að færa stjórnsýslur úr Reykjavík til Akureyrar eða í þetta kjördæmi. Vegna þess að við viljum láta þess að við séum valdamikil á þingi, en raunveruleg völd eru líka í stjórnsýslunni og þau eru í Reykjavík. Það er bara þannig. Takk. Takk fyrir. Og byrja. Bjarkey. Já. Takk fyrir þessar spurningar og bara takk fyrir að vera með ykkur í dag. Ég ætla að taka undir þetta með það sem hér kom fram á hann eins og Sofía var hér með fyrirspurni eða innlegg öllu heldur menningu og listi og hvernig maður sér borgir þegar maður fer sjálfur erlendis og hvað það er. Mér finnst nú reyndar Akureyri nú þegar uppfylla töluvert mikið af þessari tilfinningu sem maður hefur og eins og ég sagði hér áðan að þá á öllu þessu svæði okkar er gríðarlega mikil menning og margar hátíðir og ég hugsa með að höfðatölu þá sé það bara mjög hátt hlutfall en það er eins og hér kom fram hjá Brynhild og fleirum að það er auðvitað vitlaust gefið í fjármagn og við erum búin að tala um það mjög lengi og við erum búin að tala um það inn á þingi líka hér allavega fulltrúar í minnihluta minnstakosti og reyna svona minna á það og vorum ósátt meðal annars við fyrirkomulega sóknaráætlana eins og þið væntanlega þekkið og menningarsamningana hvernig þessu var breytt. Ég vil líka koma inn á að ég er ánægð með og teku undir það að Akureyrar skildi hafa verið svo fyrsta til að bjóða fram aðstoð sína varðandi flóttamennin og ég vona ríkið sjá að sér og auki þar í og því að sveitarfélög fleiri hafa fylgt í kjölfarið og vilja taka þátt í þessu með ríkinu. Varðandi þróun stofnanakerfisins að því að Svavar spurði og ég hef nú rætti þessi mál talsvert mikið inn á þingi þegar að þetta var til umræðu þar að segja breytinga á löggæslu og lögreglunni og sýslumönnum og hef fyllt í svolítið eftir og býð nú eiginlega bara eftir að þingi byrji því ég er með fyrirspurni klárar varðandi það vegna þess að mér finnst að því var lofað að stofnanir yrðu eldar. Það var það sem að fylgdi í pakkanum þrátt fyrir að breyting yrði á og maður hefur þetta ber alltaf þennan beig í brjósti að þegar er verið að gera svona stórar breytingar að það þýði fækkun starfa og það hefur auðvitað gert það að einhverju leyti. Þannig að mér finnst þetta að vera eitthvað sem að það auðvitað ekki kannski hægt að fara hér á 3 myndum út í hvernig maður sé þróuna fyrir sér en að minnstakosti þarf að fylgja því eftir að svona þær hugmyndir sem að framkomi verði ekki til þess að störfum fækki en frekar en orðið er. Varðandi það sem að Eyjólfur sagði og nefndi kjördæmaskipanin í því samhengi það er að segja þessi viðtæki stuðningur sem að þarf til þess að ná í fjármagn, hvort að það skipti máli að Akureyri sé jaðar. Ég hef aldrei litið á Akureyri sem jaðarbyggð í þessu. Ég lít miklu frekar á hann sem miðju því að það er fólk að sækja héðan að austan og hingað. Það er fólk að sækja úr norðvestur og hingað. Þannig að mér finnst Akureyri ekki eiga upplifa sig sem jaðarbyggð. En það má vel vera að þeir sem þurfa að sækja fjármagnið lendi bara fyrir því að það sé hið raunverulega. Og þá þarf ég allavega á samt einhverjum fleiri væntanlega að setjast niður og þið vitið og fá svona pínlítið dítel til þess að maður geti þá reynt að svona fylgja því eftir í orðræðinni inn á þingi og í samtölum í nefndum og við þá sem að valdið hafa. Takk. Lokaorðin í pallborðinu. Já, takk fyrir það. Ég langar bara að koma inn á tvennt. Fyrst hérna varandi Ísavía því að það var verið að tala um Ísavía og gagnrýni á stjórn Ísavía þá að benda þingmönnunum á það að það eru meðan þeir sem að skipa stjórn Ísavía þannig að það þarf að grípa inn í þá hljóta þeir að hafa áhrif á það. Við höfum rætt við ráðherra sem skipa stjórn. Já, þið vonandi hafið áhrif á ráðherran líka. Við höfum rætt við Ísavía þennan möguleika að taka flugvöllin yfir hér af því að það kom nú fram hérna áðan. En eins og þið þekkið að við höfum alveg ofboðslega góða reynslu hitt og heldur að taka við verkefnum frá ríkinu og fjármagni með verkefnunum. Þannig að þess vegna var ég nú svona aðeins að henda því fram í ávarpinu mínu að ef að við höfum að taka við svona hlutverki og ég útiloka það ekki, mér finnst það bara sjálfsagt mál að við tökum við fleiri hlutverkum og fleiri verkefnum.
þá þarf að gera það ákveð samkomulag milli ríkisins og sveitarfélagsins og eins og ég nefndi þá Reykjavíkurborgar og Akureyrar kaupstaðar að við fáum þessi hlutverk og það þá bara skýrt hvaða væntingar menn hafa til okkar. En þá skiptir líka máli og það svona lengra mál að ræða það skiptingin á skattfé því að ég held að þessi hluti að þessu líka þarf að ræða það hvernig við fáum tekjur sveitarfélög til þess að standa undir þessari þjónustu sem við erum líka að veita því við erum að veita náttúrulega mjög fjölþætta þjónustu. Og síðan seinna máli, það varðandi sameiningu sveitarfélaga. Við höfum gefið það út hér, eða gáum það út hér á síðasta kjörtímabili og ég held að sú stefna gildi í rauninni enn, allavega þangað við tökum hana tilbaka. Við erum tilbúin til viðræðna við sveitarfélögin hér á svæðinu sameiningu og við höfum átt náttúrulega óformlega viðræða við sveitarfélögin hérna sameiningamál en auðvitað skiptir það miklu máli í rauninni hvað allir fá út úr þessu. Þetta sameining ekki bara menn að sameinast Akureyri, heldur líka spurning það hvað fá hinn sveitarfélögin út úr því að sameinast okkur, ef við getum orðað þannig. Og það skiptir gríðarlega miklu máli. Að lokum bara frá mér, bara þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag á afmælisdegi Akureyrar og við munum taka það til endurskoðunar Kjartan hvort að þessi ástæða til þess að breyta afmælisdegin. Við getum kannski haft 2 og því að mér var hugsað til þess áðan þegar hún myndist á þetta að ég á 1 afmælisdag og kona mín á sjálfsögðu annan, við erum ekki með eins sama afmælisdag en við höfum sameiginlegan brúðkaupstað, þannig að það er spurningum að því varst að tala sameiningu sveitarfélaga líka. En takk kærlega fyrir mig. Þakka ykkur öllum fyrir ágæta þáttöku í pallborði og ég vona að ykkur finnist að þegar fengið svör við ykkar hugleiðingum eða spurningum, auðvitað gat ekkert verið tæmandi á svona stuttum tíma en mér fannst allavega að þingmenninni koma ágætlega inn á þessi efni sem að hér voru nefnd. Tíminn alveg að verða útrunnin. Mér finnst við hafa átt hérna mjög spennandi og skemmtilegt málþing Akureyrarborg og endalok höfuðborgarstefnunnar. Mér finnst líka að við séum kannski rétt að byrja eitthvað samtal sem að við höfum eftir að halda áfram. Tek undir það með bæjarstjóra að veri spennandi að heyra bæjarfulltrúa Akureyri reifa þetta mál og hvaða skoðanir þeir hafa. Það gefst kostur á því síðar. Ég vil þakka Háskólanum á Akureyri fyrir að standa fyrir þessu málþingi og ykkur sem að hér voru frumalendur og einnig að þakka þeim sem að styrkja það að þetta málþing var í beinni útsendingu og ég gerir ráð fyrir að það verði hægt að sækja það þá síðar ef að menn vilja glöggva sig frekar á glærum eða umræðum sem hér fóru fram. En sem sagt gott, ég vona að þið hafi skemmt ykkur jafn vel og ég og farið heim með jafn margar knýjandi spurningar til að takast á við. Það verða örugglega til einhverjar hugleiðingar og svör út úr þessu öllu saman. Ég segi þessu málþingi slitið. Takk fyrir.